komið sæl verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til mín er komin Lára Magnúsardóttir, sagnfræðingur. Velkomin og takk fyrir að koma til að tala málana svona sem að sumir segja samt að sé eiginlega bara málana í gær og sé eiginlega ekki ástæða til að ræða mikið meir. Nú sé bara búið að skipta ráðherra og við getum bara, það var svolítið sá tónn í fréttunum í gær hjá samráðherrum, bara nú er þetta bara búið, en okkur á samstöðinu allavega finnst þetta að vera mál sem er áhugavert að ræða út frá ýmsum sjónarhornum og ég bað þig að koma til að ræða, bara segja mér hvað þér finnst þetta mál, að því ég veit að þú setur oft mál í svolítið áhugavert samhengi og ert með sjónarhornin sem að eiginlega nær alveg frá miðöldum, skrifað bannfæringar á miðöldum og forsendur bannfæringa og þannig að mér langaði að spyrja þig svona, hvað fannst þér þetta barnamála ráðherramál? Ég náttúrulega að rétt hjá þér, bara ég get tekið undir það fyrst, ég er sagnfræðingur og ég hef verið að rannsaka, náttúrulega ég skrifaði bók bannfæringu fyrir mörgum árum, en ég hef verið að rannsaka bara sakamál í Íslandssögu og sérstaklega svona alvarlegustu sakamál og er orðin sæmilega vel að mér að því leitin að ég held ég hef lesið ótrúlega mörg skjöl og alls konar mál og ég hef sérstakann áhuga á málum sem eru nálagt hinu persónulega og eru þá oft kynferðismálin og þess sem að kirkjan stjórnaði á miðöldum og reyndar miklu lengur og ég hef bara fylgst með þessu máli núna með ég held að þegar þú talaði mig þá hafa talað mál Ásthildar Lóu og ég bara núna efast að þetta sé mál Ásthildar Lóu, ég veit ekki eiginlega hvaða mál þetta maður hefur ekki getað fylgst með öllu sem er sagt þetta mál, það hafa mjög margir verið að tjá sig bæði í blöðum og náttúrulega á Facebook og allt þetta. Þú veist, þá er máli bara búið, var þetta bara smámál, er þetta stórt mál, er þetta lítið mál og ég held að kannski það þurfa að gera það upp við sér nákvæmlega hvaða mál þetta er og þetta tiltekna mál er eins og mjög mörg mál af þessum toga og hafa alltaf tíð verið að blandast óslega mörg önnur mál inn í, það eru eins og það hefur verið rætt og er nú að vera að ræða enn varð trúnaðarbrestur hjá forsætisráðuneytinu, það er verið að tala það að hvort að hún hafi framið eitthvað afbrot með því að eiga í sambandi við tiltekinn mann á tilteknum tíma, en svo er líka farið að blanda alveg strax frá fyrstu tíð umgengnismálum með og hinn og þessi þetta maður þarf að segja hvaða hluta málsins ætli ég að tala og svo eru sumir sem segja þetta sé bara lítið mál og þú veist þetta sé skiptingumáli og ég setti niður hjá mér nokkra punkta áður en ég kom til þín út frá því sem ég hefur að skoða og ég segi þetta er stórt mál, þetta er ekki bara lítið mál. En má ég skjóta aðeins inn í að því þú segir að þetta er flókið hvað þetta máli er og allt svoleiðis að manni fannst kom mér svolítið óvart hvað voru margir sem að einmitt óhikað lögðu orð í belg mjög bara fljótlega eftir eftir fyrstu fréttir og vitandi að þeir vissu ekki eiginlega neitt og jafnvel siðfræðingur og kemur í hádegisfréttinar minni mig til þess að bara lýsa yfir að alveg án efa eigi manneskjana segja af sér og svoleiðis. Mér finnst það eitthvað svo sérstakt hvað einhvern veginn uppróparundar voru miklar eins og þetta væri alveg visst hvað máli væri. Já, einmitt. Mér finnst þetta hafa verið merkilegt og það væri bara, kannski ætti bara að draga lærdóm af þessu eins og er í tísku að segja og ég meina raunverulega en sem sagt þetta mál sem að hefur bara bein áhrif á ríkisstjórn landsins hvorki meira en minna sem er bara dálítið stórt en svo snýst þetta líka og það er kannski það sem ég hef mestan áhuga á að þarna er bara nafngreind persóna sökuð glæpsamlegt athæfi og þegar þetta kemur þarna síðdegis á fimmtudag þá
byrja fréttirnar að koma svona en þetta gerir samt alveg rosalega hratt og eiginlega finnst mér að ég hef verið dregin á asnareyrunum vegna þess að sko maður bara einhvern veginn mótar sér strax skoðun en hún byggðist á röngum forsendum vegna þess að fyrstu fréttirnar voru rangar og þetta finnst mér standa eftir sem aðalatriði þegar að sem sagt, bara núna, eins og málin standa núna, en það sem sagt koma fréttir það að barnamálaráðherra hefði eignast barn með 15 ára pilti og það gefið skinn að hún hafi verið umsjónamaður eða jafnvel sálusorgari hans, það stendur í fréttunum að hún hafi leitt unglingastarf í söfnuð þar sem hann leitaði sko í, af því að það voru aðstæður voru heima fyrir erfiðar hjá honum, þetta stendur í fyrstu frétt og í þessu eru 3 rangfærslur. Öll aðalatrið málsins kemur síðan í ljós að standast ekki vegna þess að það sem stendur núna eftir er að árið 1989 þegar að atburðirnir eiga sér stað þá er þessi maður fulltíða einstaklingur 16 ára gamall það þýðir það að hann heyrir ekki undir barnavernd foreldra valdið nær ekki til hans, þetta er bara maður sem ákveða sjálfur hvað hann vill gera og það þýðir það að það má enginn skipta sér af því sem að hann gerir, skilur, hans ákvarðanir eru hans eigin ákvarðanir en þannig að í raun og veru er það mál bara úr sögunni, skilur hún var ekki umsjónamaður hans og hann var nógu gamall og það er ekki það að segja, fólk getur haft alls konar skoðun á því að þessi skrítið og óspennandi ástarsambandi eða eitthvað en það bara, manni kemur það bara ekkert við og það er bara mjög óviðeigandi að vera að ræða það. Þetta er bara formlega hliðin á málinu og hún getur ekki verið neitt annað en formlega, skilur. En það kom ekki beinleinis svona formleg afsökun frá fjölmiðlum að hafa flutt rangt mál? Nei. En sem sagt, ég ætla bara að halda þessu áfram aðeins þessari röksendaferðslu sem ég reyna að koma í gegn. En það eina sem skiptir máli, sem stendur eftir, eða stendur ekki eftir, en það eina sem skiptir þá raunverulega máli í fréttinni samband konu og karls, hvað sem þau voru gömul, þá voru bæði sjálfráða og svoleiðis. Það eina sem skiptir máli er hvort hún hafi borið ábyrgð á honum á einhvern hátt. Það er það eina sem skiptir máli. Og ástæðan fyrir því að það er það eina sem skiptir máli er, þetta er sem sagt, þetta er ekki siðferðislegu spurningarnar í þessu máli er bara hluti sem okkur kemur ekki við annað fólk, sko. En ef að þetta væri, sem sagt, sko, lögin eru þannig að það stendur, má ég bara lesa grein úr lögunum, úr almennu hegningarlögunum og það stendur hver sem hefur samræði eða önnur kynferðismök við barn á aldrinum 15, 16 eða 17 ára. Þetta er lögin eins og eru núna. Áður var sem maður ekki barn eftir maður var hann 16 ára. Sem er kjörbarn hans, stjúbarn, fósturbarn, sambúðarbarn eða barn sem er tengt honum þannig fjölskylduböndum í beinanlegg. Það má ekki, en svo líka eða sem sagt, hver sem hefur kynferðismök við barn sem honum hefur verið trúað fyrir til kennslu eða uppbyldis skal sæta fangelsi alltaf 12 árum. Þannig að það sem var gefið í skinn í fyrstu fréttinni að hann hafi leitað inn í þennan söfnuð af því að hann hafi átt erfitt heima fyrir og hún hafi verið einhvers konar sálusorgari hans. Sem sagt, ef að það væri rétt, þá væri þetta glæpur sem varðar 12 ára fangelsi, hvorki meirunni minna eða alltaf 12 ára fangelsi. En ef það er ekki þannig, ef hún var ekki umsjónamaður, ef hann var ekkert á hennar vegum og hún bar enga ábyrgð, þá er bara hinum megin við þetta strik sem að lögin setja, þá kemur bara engum það við. Og þetta er það eina sem skiptir máli. Þessu hefur mér verið aðeins verið fjallað þetta, en það hefur lítið verið sem sagt lögð áhersla á það, að ef að það reynist rétt sem að virðist vera eins og málin standa núna, þá var hún í fjölmiðlum, bæði Morgunblaðinu og Ríkisútvarpinu, sko þá var henni brigslað þetta er í raun og veru rógur sem sagt glæpsamlegt athæfi án þess að fréttin væri undirbúin. Skilur, þau hefðu ekki leitað
þau ekki unnið fréttina, þau voru með sérstaka fréttavakt þetta á Ríkisútvarpinu. En á þessari fréttavakt eru þau bara að keppast við að senda út æsifréttir. Þau eru ekki að keppast við að afla sér upplýsinga hvað sé mögulega verið að fjalla og þessi slegið upp eins og þessi sakamál og fyrir mér, ég meina sem bara frekar kunnug lögunum og svona, þá fannst mér þetta voðalegt. Svo kemur ljós að hún var ekkert umsjónaraðili hans. Og þá ekkert eftir. En þá var hún búin að segja af sér, það svolítið furðulegt á hvað forsendum segir hún þá af sér ef hún veit, ef hún lítur kannski þekkja til laga, hún var ekki umsjónaraðili og akkur svarar hún ekki fyrir það þá? Eða gerði hún það? Þá kemur til bara líka alls konar önnur mál, eins og ég var að segja, svo blandast alltaf önnur mál inni og þarna bara rosalegur pólitísku þrýstingur og það búið að vera núna að birta, teikna upp svona ása með tíma ás fyrir hvernig í hvaða röð, hvað klukkan var og hvað dagur var þegar þetta og hitt gerðist í ráðuneytinu og svona. Mér finnst það að gefa upp svona fyrir hvað gerðist hjá Ríkisútvarpinu líka. Þú veist, ef Morgunblaðið vill vera blað sem að hefur ekki, setur sér ekki mörg, þá það, þetta bara einkaríki fyrirtæki og þau hafa það bara eins og þau vilja. Ríkisútvarpið bara einfaldlega má ekki gera þetta. Það bara beinlínis tilgangur með Ríkisútvarpinu að gera ekki svona. En Já, þannig að við ættum að fá tímalínu bara eða einhvers konar uppgjör hvað gerðist inn á fréttavaktinni? Akkurat í dag, núna. Hvað mánudagurinn 24. Nei, 50 eða eitthvað. En sem sagt, þá bara lítur málið svona út frá mér séð, kannski þetta úrelt á eftir, ég veit ekki hvað gerist næst, en sem sagt, ef að það grunur leikur á glæpsamlegu athæfi, þá bara á að bera slíkar ávinningar upp við rétta aðila með formlegum hætti og svona, þá ekki bara æpa það í útvarpinu. En sem sagt, þessi málflutningur sem þarna kemur fram og reynd strangur, þetta allt saman byggt á því eftir því sem mann skilst núna að fyrrverandi tengdamóðir hins meinta fórnarlambs, manneskja sem á enga aðild að þessum mál á nokkurn hátt, hún segir, og þetta haft eftir henni í viðtölum og það bara birtist, henni var ofboðið að Ásthildur væri í sæti menntamálaráðherra og nú var ég að vitna beint í einhverjar fréttir og sem sagt, það búið að segja okkur það og það alveg skýrt og kannski var það skýrt frá upp ég veit ekki hvað lengi það var skýrt að þessar, sem sagt, markmiðið hjá þessari konu var bara að koma illu til leiðar. Skilur, það hennar eina markmið var að bola ráðherra úr embætti og þetta tekst þessari konu bara á einhverjum undraskömmum tíma á þess að með því að beita alls konar þrýstingi sem að eins og ég segi, ég veit ekki hvernig það var, kannski hefur það komið í ljós, en ég meina hún segir ég meina það hefur komið í ljós að það var ekki ljóstrað upp nokkurn skapaðan hlut. Ríkisútvarpið nýlega búið að kalla þessa konu uppljóstrara og það til lögum uppljóstrara og Ríkisútvarpið þar með að reyna setja hana í eitthvað sérstakt samhengi sem að en ég menna að hún ljóstraði engu upp en það hins vegar komið í ljós að þessi kona hafði hótunum við ráðuneytið eða við ríkisstjórnin, ég veit ekki hvernig á að orða það því hún sendir, það búið að birta núna tölvupósta og svona og þar stendur og hún ætla að láta í sér heyra ef það verður ekkert gert í þessu máli. Ég meina þetta bara hún bara að setja einhverja afarkosti og hvað getur hún gert? Nú ég bara að skálda og sjá fyrir mér. Það eina sem hún getur gert að hafa samband við blöðin og hún hefur sennilega verið komin í samband við blöðin og þannig að það sem sagt pressa blöðin, hvernig hefði blöðin annars átt að vita af þessu? Blöðinum pressu á æðstu stjórnmálamenn landsins að svara strax málum sem að eiga að fara í farveg. Þau á ekki að svara þeim strax, skilur og bara klukkan að verða 6 og fréttin að byrtast og eins og ég segi, ég finnst bara eiginlega ekki þurfi síður að byrta atburðarásinu og skýra þessa atburðarásin heldur en hjá forsætisráðuneytinu með einhvern með þennan hvað heitir það trúnaðarbrest sem haldið fram að hafi verið þarna en eins og ég segja þig áðan, þá þessi fjölmiðlar að beita þessum þrýstingi á stjórnvöld að þér virðist í gegnum það að vera með upplýsingar frá þessari konu og þau
verja ekki tíma sínum í það að vinna fréttina, heldur bara sko, þú veist, þetta bara eins og lélegur tengdamömmu brandari einhvern veginn sem að bara eins og má alveg ímynda sér núna, ég vil ekki segja það beinlínis, en sko að hve miklu leyti var þetta undirlagi fjölmiðla að þetta mál varð svona, en sko það stendur eftir úr þessu að þessast eins og ég sé þetta, að fjölmiðlarnir hafi látið eftir tengdamömmunni að setja þjóðfélagið uppnám með því að væna nafngreindan aðila glæpsamlegt athæfi og það í sjálfu sér líka óhæfa. En ekki líka forsvarsmenn það óhæfa að hafa mannorðið af fólki? Jú, en ekki allir þetta sem leika láta sem sagt, hóta sér og núna til dæmis Jón Gunnarsson skrifar það á netinu að það sé nú bara ríkisstjórnin megi vara sig, ég man ekki hvernig hann orðar það, að það séu ýmsir aðrir sem að það séu beinagrindur í skápum eða ég man ekki hvernig það orðar, það er allavega svona hugsun þessi að það sé hægt að afhjúpa fleiri sko. Já. Og Þórður Snær var, hann gat ekki haldið áfram að því hann var, kom upp gamalt mál og svona. Þetta er svolítið sérstakt þá eins og þú ert að segja að það kannski bara auðvitað má segja að það er jákvætt að þessi meðvitund siðferði þeirra sem að fara með æðstu völd í landinu. Já. Það er sjálfur sér lítur að vera jákvætt og það sé svona ekki þöggunartilburðir og ekki sé svo ofbeldi sé ekki liðið og slíkt. En þetta kannski fjallar svolítið mikið meira annað að það er einhver þarna, við veitum ekki hverra hagsmuna hún, hvort þetta bara hennar eigin þessara tengdamóður þarna, að hún geti bara hjólað í valdi með þessum hætti, að það er umverulega látið bæði fjölmiðlar spila með og stjórnvöld má segja. Fjölmiðlar spila með í það að búa til hennan sko rosalega pólitíska þrýstinga, allt gerist strax en sko... En allt gerir strax, er það ekki líka af óttanum við það, og til dæmis að stjórnvöld og svoleiðis, ef það er eitthvað... Að þið feli eða eitthvað? Já, að það sé óttin við að vilja ekki vera í liði með þeim sem eru að hilma yfir með ofbeldisfólki og svoleiðis. Jú, ég meina þetta er alveg flókið mál og margslungið og þess vegna er það líka svona mikið og margt verið að segja og margt hægt að segja og svona. En sko, ég vil samt gera, þú veist, máli með Þórsnæ, þar er bara verið að sína eitthvað sem hann hafi sagt. Það er ekki verið að segja hann hafi framið glæpi. Nei. Það er bara verið að segja þetta sagði hann og þetta er pólitískt umræða. Þú veist, viljum við hafa mann, ætla ég að styðja mann sem hefur látið svona út úr sér, getur hann breyst. Það er þessi siðferðislega og pólitíska plan. Þú veist, viljið þennan mann og eitthvað svona. Þetta, mér finnst skipta máli að þarna er gefið í skyn og hún hafi framið glæp. Og mér finnst það skipta mjög miklu máli og þú sér hvað þessi glæpur sem að verið að væna hana sko þetta er ekkit smámál, þetta getur varðað alltaf 12 ára fangilsi, þetta er bara sambarilegt við sko, þetta er bara einn af alvarlegustu glæpum sem hægt er að fremja og það á ekki að vera, það er ekki bara pólitískt, svoleiðis mál á að skera úr með mjög formlegum hætti og það er þarna sem að blaðamennirnir og fréttastofunar verða þekkinan mun og þau verða að vita að þau þurfa að vanda sig skiluru við það hvernig þau vinna fréttina en ég meina ég bara eins og ég segi þetta er bara sko hún segir í millitíðinni gerast hlutir eins og það að sem kom strax líka í ljósa Ásthildur Lóa hafi farið að hringja í þessa konu og fara heim til hennar og svona veist, mér finnst það út að vera sér bara alveg næga ástæða til hún segja af sér þannig að ég meina að hún hagaði sér heldur ekki rétt við þessar aðstæður að Ásthildur Lóa hafi farið heim til konur og það sé ástæða til að segja af sér já ég meina að það er bara algjörlega út úr kú að ráðherra geri það, skilur, að það sé einhver aðili að reyna að tjá sig og það er alveg sama hvað hann er að gera að hún á ekki að fara heim til hennar, skilur. Þú ert ekkert með ráðherra bankandi upp á þeir og segja, þú veist, hvað er þú nú eiginlega að meina góðan, skilur. Jú, en er það ekki samt eitthvað sem er þá frekar svona óheppilegt og siðlaust, en það er ekki glæpsamlegt samt? Það er ekki glæpsamlegt, en sem stjórnmálamaður þá finnst mér það ekki við hæfi, sko.
Ekki frekar þegar Inga Sæland beitti fyrir sig, það ekki, hringdi út af einhverjum Já, ég meina íþróttaskóm það var til dæmis gert að máli, já, ég meina það en sko það hefur náttúrulega verið ýmislegt hérna það er náttúrulega alveg hægt að vera með langa sögu til dæmis Bjarna Ben í Ásmundasal og Þorláksmessu þegar það var grímuskylda eða þessar hringingar til ríkislögreglustjóra það er alveg langur listi það er til óundarlega mörg svona mála og þau eru til alveg sko mörg hundruð ár aftur í tíman skilur þannig að það er í hvert skipti verður alltaf eitthvað svona uppnám og það þarf að ræða það og hérna, þú veist, var þetta viðeigandi, var þetta kannski brot á einhverju reglugerð eða einhverjum lögum eða þú veist, en svo er bara, sko, bara allt annað skref að ásaka fólk glæpi og að ríkisfjölmiðl sem hefur beinlínis þann tilgang að bara láta þjóðfélagið ganga, ég meina hann er bara hluti af því öllu saman, að hann skuli birta frétt það án þess að kanna málið. Mér finnst það vera stóra málið, ég meina, og þetta er, já, ég meina, hvað getur maður sagt endalaust um þetta, sko? En ætti það ekki fréttastjóri frekar, ef einhver á að segja af sér, ætti það ekki fréttastjóri Ríkisútvarpsins að segja af sér til dæmis? Ég vil ekkert sitja í einhverju sjónvarpi og segja að fólk eða segja af sér, mér finnst bara þetta ætti bara algjörlega aðtuga, skilurðu. Já. Af því að það er eitt af því sem að, sko, í þessu sögulega samhengi, ein af ástæðanum fyrir því að ég hef áhuga á þessum málum er að á öllum tímum þurfa stjórnvöld, löggjafinn að gera upp í sig hver er munurinn á því að eiga í fallegu ástarsambandi eða að það hafi verið framinn glæpur og það bara verður að draga þetta strik einhvers staðar. Ég hef vel ljótu ástarsambandi. Nei, löggjafinn skipt sér ekki að ljóta ástarsambandi. Ég er að meina það, þannig að þú segir hver er munur á því að Já, eða bara ástarsambandi eða kynferðissambandi eða einhverju skilur og svo eru náttúrulega bara alls konar önnur sambönd sem er fullt af lögum viðskiptasambönd og hinn og þessi sambönd, sko. Það gengur ekki allt út á kynlíf, en hérna og þarna hefur verið dregið og það er alltaf eitthvað strik og mér hefur fundist áhugavert að þetta strik er pínulítið, það færist aðeins í sögunni, sko. Það er svona aðeins það, þú veist, við hvaða aldur er miðað og hitt og þetta og eitthvað svona, en það er alltaf einhver staðar er munur á barni og fullorðnum og það er, sko, mjög gamalt, það er mörg 100 ára gamalt að sko, sá sem að hefur valdi yfir einhverjum, er kennari eða eitthvað svoleiðis, að það er litið á það sem glæpsamlegt aðtæfi, sem það refsiverður glæpur að misnota stöðu sína í því og það hefur verið svona í einhverju stóru samhengi bara túlkað beinlínis þannig. Þetta eru málefni sem hafa við núna undanfarna áratugi verið í mjög mikilli umræðu og það til dæmis ekki verið skilið þannig á Íslandi að prestur megi ekki reyna við konu í sókninni sem hann er í og giftast henni, sko. Sumir hafa jafnvel nefnt að ætti að vera þannig. Þannig það hafa alveg verið einhverjar túlkanir á þessu en það má ekki vera barnakennari. Menntaskólakennarar hafa komist upp með þetta á þess að nokkur geri við það athugasemdir, enda var það þannig að menntaskólakrakkar voru alltaf orðnir sjálfráða. Þannig að það getur hreyfst sem sagt eftir að 1997 var sjálfræði fært upp í 18 ár og það er, sko, það eða hvað heitir það, heitir ekki bara sjálfræði, það er eins og mörg hugtök á bakvið þennan aldur sem að núna er bara skýrt 18 ára barn þá til 18 ára og þá koma fullt af réttindum en það var þannig að sem sagt, ungmenni fengur réttindi smám saman og það er ennþá aðeins þannig, það er ekki til dæmis má ekki kaupa áfengi 18 ára þótt maður sé orðin. En það sem að lagarafinu hefur nú aðeins breyst kannski, en þá kannski ekki skrýta þessi ákveðin ringulreið kannski umræðinni þar sem að líka hefur bara verið gagnrýnd eins og til dæmis í MeToo-hreyfingunni, eða má tala um það sem hreyfingu eða bara á okkur svona síðustu árum, að það
sé ekki nóg að hafa lagarema þegar það ekki kannski dæmt eftir honum eða þegar það eitthvað svona kerfi í kring sem það orðin ákveðin hefð fyrir því að telja eitthvað bara eðlilegt eða svona ósaknæmt sem að samkvæmt lögum kannski saknæmt og þess vegna þurfi að koma af stað svona eins og vakning og þess vegna þurfi að beita þrýstingi og umræðu bæði og þá fara menn í gegnum fjölmiðla náttúrulega ákveðni þrýstihópar til að minna á réttlæti og gæta rétt að barna þetta eru umræðefni sem ég hef komist að eru bara búin að vera í gangi í mörg 100 ár og ég meina bara eðlilegt að sé verið það og það að ræða það og það hefur verið eins og ég myndi bara alveg orða þessum hreyfingu undanfarin ár ekkert bara hér á landi heldur mjög víða en það líka hefur komið fram núna í sambandi við þetta mál sem við erum að tala með Ásthildi Lóu og hennar barneign þarna fyrir á árum að þótt að lögin hafi verið öðruvísi hugsað hlutina þá hafi þá sé fórnarlambinu jafn mikill hvað heitir það skaði gerður og hvernig þessi lögin voru eða gott að viðhalda og þá kemur bara aftur að þessu hún var ekki forsjáraðili hans eða skilur eða kennari og þar með það líka fallið af því að einhvern veginn verður maður eða maður verður ekki, það eru bara mörk utan það hvernig má tala hlutina og hvenar yfirvöld mega fara að ganga inn í það að skipta sér af og svona og þetta bara fellur ekki undir það eftir því sem maður helst veit En þá ekki að meina kannski ef segjum sér svo, getum talað um MeToo hreyfingu eða vakningu segjum, þess að vakning fyrir og í ljósi þess þá getur fólk haft svolítið ýmsar skoðanir á því, til dæmis að þetta hafi verið ósiðlegt eða óheppilegt eða eitthvað svoleiðis en að það sé svolítið mikið annað að hafa skoðanir á því að það eigi ekki að sofa hjá börnum ef barn var að ræða það sé svolítið mikill munur á því að hafa skoðun það bara rosalega mikill munur á því bara hvort það sé álögt refsivert eða ekki það allir munur og það það sem ég reyna að segja og svo ekki allt mannlíf gengur ekki allt út á kynferðismál það sem ég líka reyna að koma hérna á framfærið það að væna manneskju opinberlega alvarlegan glæp bara ekkert síður alvarlegt heldur en að beita hann líkamlegu ofbeldi og það strikið sem að mér finnst að að Ríkisútvarpið eigi ekki að fara yfir og í raun og veru á enginn að fara yfir það og þess vegna fólki borgað fyrir sitt starfa því það á að vinna fréttirnar sínar ekki bara vera að þjóna einhverjum, ég veit ekki hvað var að baki þarna og svo það bara á einhvern annan hátt líka alveg rosalegt að það sé bara einhver konu út í bæ sem segir eitthvað og þar með sé bara einhver ráðherra bara ríkisstjórnin leysist upp eða eitthvað en það að það sé birt röng frétt alvarlegan glæp sem nafnkunn manneskja á að hafa framið það alvarlegt og það sem sagt, það ekki bara réttindi manna snúast ekkert bara kynferðismál að fattur hvað ég að reyna að draga hérna fram hvernig, ef þú getur skýrt það verður kannski ekki rannsakað hvað kom fyrir á fréttastofunni eða af hverju svo komið fyrir fréttastofunni og það náttúrulega fréttastofa Ríkisútvarpsins hefur nú gagnrýnd fyrir ýmislegt líka og það á alltaf verið í gangi gagnrýni, það eðlilegt en hvers vegna heldur þú í þessu máli, tiltekna máli, því þú ert nú samt með sjónarhornin frá miðöldum frá ýmsum það ekki aðalega svona kynferðislegum glæpamálum má segja. Af hverju heldur að Ríkisútvarpið sé svona af hverju getur þetta gerst, sem sagt? Ef ég á að fara að spekulera þá held ég að það megi tengja þetta bara við aðra svona bylgju sem í gangi bara í heiminum og hefur haft áhrif líka hér og inn í Ríkisútvarpið hér að það svo þetta náttúrulega bara mjög flókið ég meina það að vera að selja klikk skilur að klikka á interneti setja hvað heitir það svona spennandi titla á fyrirsagnir og svona til þess að margir opni það
það náttúrulega bara eitt sem farið að stjórna ótrúlega mörgum hlutum og hafa áhrif á það hvernig þeir þróast, en það líka þessi áhugi á þessum svokölluðu sönnu sakamálum sem hefur gert að verkum að það hefur borist til Íslands þar sem að hefur verið að gera að fólki þykir rosa skemmtilegt að búa til vera að fjalla sakamál og jafnvel möguleg sakamál og mér hefur blöskrað líka sumt af því sem hefur verið gert þar sem verið að tala alvarlega glæpi eins og manndráp og það verið að nefna fólk í því samhengi en það ekkert á bakvið annað heldur en spekulasjónir hjá einhverjum þáttagerðamanni, skilurðu. Og þetta hefur kannski smám saman svona tekið broddinn af því sem var algjört tabú að segja opinberlega að einhver hafi frammi glæp án þess að vita nokkuð það, án þess að vera sá aðili sem að myndi kæra það til lögreglu ef að það væri eitthvað hæft í því, skilur, eða það væri ástæða til þess eða eitthvað. Þannig að hinn og þessi farin að koma núna fram og segja kannski var þessi maður drepinn og það geti alveg verið að þessi þarna maður hafi bara drepið hann. Og það verið að nefna nöfn og oftast þetta fólk sem fallið frá og oft fyrir löngu. En þetta bara ágiskuna því hér eru við bara í einhverju svona frekara almennu spjalli en ég held þetta sé mjög varhugavert vegna þess að ég meina þú veist nú bara fullt af fólki sem ekkert að horfa á samstöðuna en ekkert að hlusta á mig tala í þú veist langan tíma og eitthvað eða einhverja aðra en það bara búið að fá fregnir af því að Ásthildur Lóa bara sé barnaníðingur eða eitthvað og segja svona, já það væri nú allt önnur viðbröð en margir að verja hann og það væri nú allt önnur viðbröð ef að kynjónum væri snúið við og eitthvað svona. Þetta bara, málun algjörlega óviðkomandi en þegar maður svona bara úti á meðal fólks, þá þetta það sem fólk að tala skilur og það búið að segja þetta opinberlega. Já, það ekki eins og ég myndi ekki vilja lenda í því. Nei. Ég get bara sagt þér það, ég veit ekki hvort ég hef nokkuð meira að segja þetta mál. Nei, en svo kom að getgátunar einmitt hvað henni gekk til konunni sem fór að tala þetta og af hverju henni var ekki bara vísað þá til lögreglunar. Þú veist, það ýmsar getgátur en geturðu sagt okkur, sko, takk fyrir að setja þetta í samhengi miðaldara og það nú stuttu tíma eftir og ekki bara miðaldir, ég hef alveg líka verið að lesa mála alveg fram á 20. öld sko, Jú, ég veit, ég bara svona það hljóma svo vel svona fyrir ekki, en að því að það sem ég finnst svo áhugavert að þú ert raunverulega með svona sagfræðilegan vinkil á það en þú ert raunverulega, það þýðir ekki það, þú ert raunverulega algjörlega með það gefur þér eiginlega bara, þú ert með ákveðið tæki höndunum til að lesa þetta mál betur en held í flestir af því að það einmitt að segja bara ruglingurinn og ruglingurinn umræðan verður svo mikill að það verður bara erfitt að ræða hvað það sem skiptir máli, hvað það sem áhugavert við þetta mál, hvað það sem vont við þetta mál, af hverju slærir þetta okkur sem svona óþægilegt og tilfinningir mitt sem að sumir segja og ef að nú bara fara ef að hver sem getur bara komið með grafið upp eitthvað mál. Já, ekki einu sinni, skilur þetta var rámt. Það eiginlega það sem hryllilegast við þetta. Já, og ég vil bara tala eitthvað sem sem einhver flugufótur fyrir. Það er alltaf erfiðustu máli. Þegar þú kemur einhverja kjaftasög og þannig nú flest mannorðsmorðin. Þegar það einhver flugufótur, það eitthvað sem til í þessu sko, en svo kemur lýin eða skekkjan inn í það og þá væri hægt að kannski að búa til ýmis mál ýmsa til dæmis aðra og þá það ekki svolítið svona varnarleysi. Hvað getum við þá, hvers megum við þá vænta? Hver það þá sem fyrir hönd okkar, almennings, sem að hugsa með sér sko, fyrst þetta fyrir ekki dómstöðina, hver þá þarna sem að stoppa athugar og tjekkar, býtum við, þessi fréttastofa, hver getur tjekkað fréttastofu Ríkisútvarpsins af, ekki fréttastofa Morgunblaðsins, hvað með hinar fréttastofunar, hvernig eru fjölmiðlarnir á Íslandi? Já, ég hef náttúrulega verið að gagnrýna það að Ríkisútvarpið sé ekki faglega, því sé ekki stjórnað fagmennsku,
og ég hef ekkert fjallað fréttastofuna en mér finnst þetta mál sýna það að ekki fagmennska endilega þar inni en mér finnst í svona stóru sögulegu samhengi þá finnst mér augljóst að það einhverjir múrar einhverjir veggir sem að hafa brostið þar sem að menn vissu hvar lá takmörk þess sem maður getur sagt aðra opinberlega en kannski bara að því ég hérna þá get ég kannski sagt sko það sem að ég veit ekki hvort ég lesi þetta endilega betur en ég hef eins og segir samt ákveðnar aðferðir við að skoða svona mál og þar sem sagt það sem ég finnst mjög oft gleymast í umfjöllunum bara til dæmis alls konar söguleg málefni að sem sagt báðir aðilar hafa rétt sá sem að brotið var á og hinn sem braut á honum og í raunum veru hann ekki formlega sá sem braut á honum fyrir en það búið að dæma það og þannig að það sem sagt réttur beggja og hann jafn gildur og það ástæðan fyrir því að alveg eins og það má ekki ráðast að mann og lemjan, það má ekki heldur segja hann sem morðingi. Af því þá verið að þú veist, ganga inn á bara mannhelgin eða svið sem að sko þetta verður kannski ekki aftur tekið, alveg sem menn geta bara mist fótinn í ofbeldi eða verið af því afleiðingar og þá geta líka orðið afleiðingar og svona málum. Það komið náttúrulega samfélagsmiðlunum. Þarf að taka þetta alvarlega. Já, þú veist, mér finnst bara skipta mjög miklu máli hvort að þetta stofnun eða hvort það bara einhver almenningur að segja eitthvað, sko. Ég átta með því, en hvað finnst þér, að því nú voru sko engir í gegnum söguna hefur ekki verið þessi vettfangur, tjáningar þar sem fólk raunverulega sýnir sko mikla dómhörku eins og í þessu máli og eins og segi kannski margir gerður að fíblum voru við yfirlýsingar og héldu þeir vera að tala eitthvað allt annað mál sko, og margir einmitt bara eiginlega tóku allir baka og sögðu ég vissi bara ekki þetta en enga síður að þú segir að það farið yfir þetta svið og það eitthvað svona, þú veist, í staðin fyrir að fara út og berja eitthvað þá á sér stað alveg óbærslega harka á og samfélagsumræðinni og það ekki hægt að fara og segja við eitthvað vendarlega, akkur sagður þetta en ef maður bara fara í þetta debatt þar sko og það alveg utan við allt það kannski þátt í því að sko mörkin að mást út en það þýðir ekki það að stofnanir eigi eða opinber fyrirtæki eins og Ríkisútvarpið eigi að slaka á vinnubröðunum ég meina bara alveg svo það verið að selja fullt af drasli út allt sem á að lækna krabbamenn og ég veit ekki hvað og hvað en þú veist vísindamennir bara áfram að halda þeir verða að viðhafa vinnubröðin rétt fattaru það þetta bara rosalega stór mál og mikið að gerast í þessum málum en ég ætla bara að segja það aftur sem ég sagði í byrjun eins og málin standa núna nokkrum dögum eftir að þetta uppnám verður með barnamálaráðherrann að það sem eftir stendur að fréttirnar sem birtust þarna á 50-dagskvöldið voru í megin atriðum rangar og það það sem ég hef áhuga á í þessu pólitíska samhengi núna að því bara það mitt áhugasvið og mér finnst það bara mjög alvarlegt. Já, það mjög alvarlegt, en mér finnst líka skrítið allir konan sem meintur sakamanneskja, skuli segja af sér sem sakamanneskja. Ég meina, af hverju var gat hún ekki tekið sér tíma til þess að það þessi líka hraði? Gat hún ekki svona sagt sko ég þarf að athuga minn rétt til dæmis, bara ég sek? Mér finnst hún ekki hafa sagt af sér sem sakamanneskja, mér finnst hún hafa sagt af sér undir pólitískum þrýstingi og hún sagði ég ætla ekki að vil ekki að þessi mál hafi áhrif á störf ríkisstjórnarinnar og eitthvað þannig sko og ég meina það þessi pressa sem sett á, ég meina hún hótar því að gera eitthvað, þessi tengdamamma þarna fyrirvænandi og blöðin virðast hafa verið fréttastofunar verðast hafa legið í ráðuneytinu og sagt bara við erum að flytja fréttina og þetta panik, þetta bara greinilega panik. Þannig að fréttastofa Ríkisútvarpsins svona mjög, hefur ekki staðið sig í stikkinu en finnst þér stjórnvöld sem sagt
taka svona ákvarðanir í panikk og ótta við almenningsálitið, er það ekki líka eitthvað sem maður má svona spyrja sig og þá er það kannski ekki endilega pólitískt í hvaða flokki en bara þegar að stjórnvöld eru farin einhvern veginn að hugsa sko hvað fólk segir á netinu eða... Þetta samt ekki bara fólk á netinu, þetta var Ríkisútvarpið, skilurðu nei, en ég bara alveg hugsa yfir því líka og ég ímynda mér að fólk hafi sagt eitthvað svona, sko, þetta verður aldrei hægt að þurrka af, það er bara búið að gera þetta og það er náttúrulega þeir sem gera það vita líka að þeir hafa það vald og ættu að vita það og ættu að taka tillit til þess þeir eru að vinna fréttirnar sínar og ég meina, ég held að þau hafa, ég meina ráðherrarnir hafa örugglega að tala saman, Ásthildur Lóa gerir þetta örugglega ekki bara alveg ég veit það ekki Nei, það kom nú fram að þegar Kristrún hafði talið saman en ég bara mjög hugsa yfir því líka að þessi panikk hafi orðið komið upp og Já, mér finnst að það sé ekki raunverulega ekki láta helgina líða og ræða málin og það þykir raunverulega svona neikvætt að ræða málin. Fyrstu fréttirnar á eftir þetta, þar gengur rosalega mikið út á það að ásaka Kristrúnu það að hafi tekið sér of langan tíma í það að vinna þetta mál og hún var að reyna að segja það bara, það verður að fara eftir ákveðnum leiðum og þú veist, við getum ekki bara brugðist við En mér finnst það svo óhugulegt að fólk sé svona En fréttastofurnar bara vildi ekki heyra þetta og voru þá að reyna að búa til einhver skandal úr því Já Þannig að það er nú alveg tilefnin til að kalla til þá virkilega umræðu málefni rannsóknarstofunnar. Nei, fréttastofunnar segi ég. Og jafnvel að bara að rannsaka þetta ferli sem það náttúrulega. Já, ég veit ekki alveg hvernig það ætti að vera. Mér finnst það allavega þyrfti að kalla á einhverja naflaskoðun og líka bara umræðu það. Það er rosalega mikill munur á því að segja að einhver hafi framið alvarlegan glæp eða segja mér, ég er ósamálunum í pólitík. Já, og líka þetta með vamleysið. Við viljum ekki endilega að það séu allir bara, sko, það er svolítið munur að vera sérst glæpamanniske sem tekur við embætti ráðherra og að hafa kannski lifað skrautlegu lífi, er það ekki? Ég er ósamála siðfræðingnum sem kom í blöðinu og að því leituna. Mér finnst ekkit óeðlegt að dæmdir glæpamenn verði ekki ráðherrar. En þetta sem þú tala þetta er náttúrulega, sko, mikið til af dæmum þetta í gegnum söguna og það er dæmi það frá síðari hluta 17. aldar þar sem eru kallar sem hópast saman og skrifa endurlega bréf og vilja losna við tiltekinn prest og segja að það gangi sögur að hann sé faðir af einhverju barni og sem var aldrei sannað en það var samt á endanum dæmt á hann en þá svarar biskupinn og skrifar þeim og segir eitthvað sem svo að það þyrfti nú að leita lengi ef að það ætti að finna prest sem að hefði aldrei gert neitt af sér vegna þess að hér áður fyrir var gengið út frá því að maðurinn væri gallaður og allir, enginn er syndlaus allir hafa gert eitthvað en synd er ekki að sama glæpur sko. Þetta er eins og munurinn á bara siðferði og glæp. Þannig að þetta gerist alltaf af og til, menn voru meðvitaðir þennan mun en svo stundum erum menn það ekki og þá koma upp mál og svo en allavega þá Þannig erum við komin á þetta er ekki nýmál og það finnst mér dálítið sko eiginlega skipta máli bara fyrir mig sem sakfræðing, þá finnst mér það stundum leiðilegt þegar menn að tala að það hafa aldrei verið talað svona mál áður og eitthvað og nú sé búið að finna þau en ég get alveg bara sagt hér eru 700 ára gamlar heimildi fyrir því að þetta var aðalmálið sko. Já, er það ekki að þegar persónulegu málin fóru svona inn í að vera pólitísk að það hefur oft verið Já, og svo líka þetta alltaf að greina á milli sko, það er alltaf verið að þegar, þú veist, hvenar er það persónulegt og hvenar er það Já, er það ekki þannig að það er jákvætt að við reynum að greina þarna á milli á rétt nauðsynlegt, af því annars væri bara hægt að setja hvert sem er í steinin eða engan og þá kemur menn upp með það að brjóta hver og öðrum og þannig að það er nauðsynlegt, það er engin undankomu leið í, sko, ég meina þetta er bara það sem okkar hefur gert
ég held nú bara beinlínis eiginlega allstaðar sko. En alveg örugglega í þessum vestræna heimi þá þetta algjört grunnatriði frá bara að það greina á milli þess sem að eru ekki höfð afskipti af því sem stýrt og sett á reglur það og svo hvað gerist ef að þessar reglur eða þessi lögur brotin. Og í sumum tilvikum þá varða slík brot og það eru glæpur, þá varðar það beinlínis réttindi hins seka. Þá hann beittur ofbeldi. Já. Hann lokaður inn eða settur í þrældóm eða jafnvel tekinn af lífi eða... Þannig við þurfum, það eðlilegt að þessi skil séu endur skoðuð. Þau bara alltaf í skoðun sko, og ég held að þeir sem og það það sem ég var að athuga við sem sagt, eins og Ríkisútvarpið. Fólk sem vinnur svona vinnu, það á bara að þekkja þetta. Þetta ekkert skilur, þetta ekkert leyndarmál. Allir sem að kynna sér það hvernig þjóðfélagið funkar í stórum dráttum veit þetta svo sem alveg og sumir vita bara býsna vel sko. Þannig að þótt að það sé verið að endurskoða þessi mörk millins persónulega og pólitíska þá eru samt mörk, sem sagt, það þýðir ekki bara láta eins og séu ekki og sérstaklega þeir sem eru að vinna á fréttastöðu Ríkisútvarpsins. Það þeirra hlutverk að hjálpa okkur hinum að skilja þannig að við vita, ég menna það bara hvað ætti þau annað að vera að gera? En þakka þér fyrir að hjálpa okkur að skilja hérna á samstöðinni og þetta ekki á fréttastofu Ríkisútvarpsins heldur hérna í samstöðinni. Kæra þakki fyrir Lára Magnúsardóttir sagnfræðingur fyrir að koma og ræða mál barnamálaráðherra fyrrverandi og hlustendum og áhorfendum þakka ég fyrir að vera með okkur og Laufey Líndar Ólafsdóttir fyrir að varpa spjallinu yfir til ykkar ekki fara langt í við höldum áfram eftir smástund að ræða samfélagið hérna við Rauðaborðið. Takk. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1